Þeir eru gullbarkar með þér. Þetta góð sönguna, Ellie Goulding. Ekki spurning. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á þessum frábæra 50 degi. Ég var til að þú myndir henda á betta fyrir kællin. Því þú ert að vera sturlaðar. Já, það komið að sturlaðum staðrindum. Við þurfum að hafa bettar alltaf undir. Hann hérna. Ég heyri ekki honum. Hann ég vil bara ekki hafa nóg hátt. Hann bara svona þægil undir. Ég skil þig. Þú ert alltaf með bettan mjög háan þegar þú ferð í þínar augljósu staðrindir. Já, Mr. Goodrich. Mr. Selfridge. Selfridge segir ég. Vílíku betti. En það rétt að stinda að það er komið að sturlaðum staðrindum. Áður við förum svo í nýjan dagskrali. Ég er svolítið spenntur fyrir því. Það er nýr dagskralur hérna til smástund. Algjörlega, ég líka. Mjög spenntur. Gæti orðið mjög skemmtilegur. En byrjum á sturlum eins og alltaf á þessum tíma, dags. Þetta er svolítið svona þeirra tími. Já, og eru þær ferskar í dag? Það eru ferskar og góðar í dag. Ok. Og eru það ferskar í dag? Hvað finnst þér, ekki alltaf ferskar? Mér finnst það alltaf bara mjög ferskar. Ekki? Jú. Ég reyndar, þú veist, ég er búinn að segja þetta áður. Ég sakna svolítið þú varst búinn að henda svona einni vitleysu. Og svolítið var að gíska. Ætti að byrja með það aftur? Allavega á 50. Já, ok, ég skal hafa það á 50, af því að sko, eins og með Pétur Jóhann á miðvikudögum, þegar ég var með sturlaðar staðreyndir og eina sem var ekki alvöru staðreind, eitthvað sem ég bjó til, það sem er mjög svo gaman með sturlaðar staðreyndir sem er búinn að segja einhverja og við finnum svona að diskutera hana, hann var alveg hættur að geta það, því eina sem hann hugsaði hvort þetta væri satt eða ekki. Það eyðilaði svolítið. En þá tók hann samt rosalega vel eftir. Reyndar. Ég skal vera með það á 50, alltaf eina lí. Okay. Hér kemur fyrsta sturlaða staðreind dagsins og já, þetta var svona, þetta er svona, hlusta bara. Já. Þú gefur verstu loforðin þegar þú ert hamingjusamur, þú gefur verstu svörin þegar þú ert reiður og tekur verstu ákvarðanirnar þegar þú ert sorgmætur eða leiður. Þannig að samkvæmt sturluðum staðreindum ekki gefa lofur þegar þú ert hamingjusamur. Já. Eða þá ekki bara að tala þegar þú ert fullur eða? Jú. Ekki. Ég er svolítið í því sko. Já. Það var pásið 2-3, þá var maður, svo ferum við í bíó og annarkvöld maður og kíkjum á Kenny maður og ég sæki þið bara þegar ég vakna og... Já, bara í því líku ekki, svo bara er alltaf þú ekki að koma að beka kallið. Þetta er svona saklaus lofur sem ég er að syngja. Já, en svo er maður líka, sko, ég hef alveg verið í, hvað sem maður, fjölskyldubóði eða ættamóti. Já. Maður er búinn að lofa sér eitthvað krakkamali þegar maður er komin rétt fyrir minnætti á öðrum degi, sko. Já. Jú, þetta kem ég og verð með ykkur í amalinu. Ég ætla að skemmta þessum krökkum maður. Já. Og verstu svörin segja þegar maður er reiður. Já. Maður er pirraður og svona, þá getur maður... Ég get alveg trú á því, sko. Hendi ykkur að vitleysu. Já. Og verstu ákvarðanina þegar maður er leiður. Já, það. Þú ert þó ekki oft leiður. Nei, hvað þá þú? Svo er það hér næsta. Feimið fólk er oftast betra í rúminu og eru betri vinir. Samkvæmt sturluðum staðreyndum. Já, betri vinir? Já. Rosalega þetta eitthvað. Já, þið eru feimið. Já, og samt maður er alveg átt mjög góða vini sem eru feimnir eins og systur mínar báðar, það eru mjög feimnar, það eru svona, með mínum betri vinum. Já, en af hverju ætti ykkur feiminn maður að vera betri vinur? Ég veit ekki. Þetta er ákveða síðast að sækja þetta. Þetta er eitthvað skrítna. Ekki fara að efast Nei, ég ætla ekki að efast þetta. En það sem er eins og skrítnara er það fyrra. Ég held að maður ætti að vera svona, kannski þó sett feiminn í lífuna, þú ert ekkert feiminn þegar það er búið að slökkva ljósin. Það getur verið eitthvað svoleiðis. Já, ég held að feimið fólk, það sé alveg, sko, það sé rosalega vilt með ljósin slökkt, sko. Já, það getur verið. Og undir sæng, þá er alveg alltaf gerast. Þú ert ekki feiminn, eða? Nei, ég er nú ekki feiminn. Er ykkur í kringu þig feiminn? Ertu þá að fara að segja ég sé alveg skellulegur í rúminu? Sangat þessu sturluðu? Jöfullin, hann. Svo ekki hánu frekar að bara sangat þessu 50 hluti svo þetta að gera áður og svo. Herðu, talaðu þessar 50 hluti þetta sem þú lest mig taka. Það var pirrandi. Ég ætla að gera það við þig og ættir. Nei. Jú, ég ætla að taka þér að lista og ég ætla að spyrja þig. Þú veist ekki eins og hann. Þú bara lætur mig fá hann. Hlustendur vilja bara fá að heyra hvað blöðmaðurinn er búinn að vera að bralla undanfarið ná. Það er allir búin með þetta núna, er þetta ekki orðið þau reitt? Nei, ég ætla að gera þetta. Þú tekur hann að lista á þetta. Herru, við erum í sturluðum staðreyndu núna, ekki vera að snúa út úr. Karlmenn gleyma en fyrirgefa ekki. Konur fyrirgefa en gleyma ekki. Já. Samkvæmt sturluðum staðreyndum. Ég gleymi og ég fyrirgef. Það er rosa gott að segja mér leyndarmál af því að ég man það ekki. Ég gleymi því strax. Ég er ekki grínast. Ég bara það segja mér allir leyndarmál. Þannig að þú bæði gleymir og fyrirgefur. Já. Ég get verið svolítið langrækinn. Þú segast bara ömurlegt en því miður. Já, það gengur bara ekkert. Nei, ég veit. Svo er það hérna næsta. Það hefur verið gefin út bók sem heitir Allt sem karlmenn vita konur. Það voru 100 blaðsíður í bókinni og það voru allar tómar. Já. Þetta er bara ömurleg brand. Þetta er frábærstand. Ég veit ekkert konur. Nei, þannig er bara basically verið að segja að karlmenn vita ekkert konur og það var gefin út bók og hún var tóm. Ég veit ekki hvort að bókin hafi selst eða ekki. Einhver humoristi gefið þetta út. Svo er það hér.
Þessi mjög skemmtileg, hefur komið áður en ég vildi bara segja þér hann líka. Já. Það kaffistofa, það kattar kaffistofa í Kóreu. Já. Sem þú getur fengið kaffi og hilsa upp á kettu og verið með köttin og það allt morandi í köttin. Ég vil ánægð með þetta, maður. Ég finn bara, veist, hver vil drekka kaffi sitt í einhverju pissulikt? Þetta svakalt. Herðu, talandi eitthvað svona gæludýrarugl. Þú veist að ég að fara að fá mér hund. Já. Ég fæ hann á laugardaginn. Já, færði hann á laugardaginn? Já. Ok, ég svo ánægð með þú lett og gildir á það. Já, en þú veist það sko að ég þarf að vera með hann hitt í stúdíónu þegar ég kemur hundin með mér næsta fimmtag. Það má ekki vera ein. Engin dýr hér. Ég hef hana bara svona inn á bolnum, hún pínu lítil. Er hún? Þetta hún. Ok. Heitir Pulla. Heitir hún Pulla? Það er búið að skýra hana. Heitir hundruðin Pulla? Pulla, já. Bara svo pulsa? Já, í rauninni bara, það minn uppáhalds matur. Þetta bara... Það svona einn af þeim, pulsa. Pulla. En svo sko... Vá, sem betur fyrir þetta hundur en ekki, hún fengi að heyra það í skóla, maður. Pulla, þetta er ekki gott nafn. Finnst þér þetta ekki gott nafn? Jú, Pulla. Þetta er svona þægilegt nafn. En við vorum að skoða svona föt á hann í gær á netinu. Eru þið ekki stjórnum staðrindum með það? Getur rætt hennar hundina eftir? Ég er með svo mikið athyglisbrest. Ég fer alltaf í allt annað. Þegar þú hefur... Já, þetta er mjög gott og nú ætti allir að hlusta. Okay. Þegar þú hefur samþýtt gallaðina, þá er ekki hægt að nota það gegn þess. Já. Það er mikið til í þessu. Já. Þetta veit ég sem sköllóttur maður. Já. Þannig að þegar það var allir vinnir mínir hættir að nenn að stríða mér á sig þegar mér var orðið saman. Þegar þú fórst að djóka með það sjálfur? Já. Þannig að leiðu út bara samþýtt gallaðina og þá er ekki hægt að nota það gegn þess. Þannig að það er að gera að samþykja bara sem fyrst. Já, viðurkenna gallana. Já. Í Japan getur þú borgað fyrir að láta míga og skýta þig. Já, í Japan? Leggjast maður. Ekki að þangað maður. Nú ertu eitthvað spennt fyrir því? Nei, bara svona, ekki hægt að gera þetta samt allstaðar. Að fara á svona klubba sem við að bjóða upp á svona viðbjóð. Ég held að þú getur alveg borgað einhverjum þetta heima alltaf að skýta þess að þig. Já, ég hefur rúglega fyrir réttu uppæð. Það ekki? Já, þetta er bara ógæslegt. Rikki G myndi ekki taka hérna á bækja það fyrir réttu uppæð. Ég vil ekki eins og hugsa út í það. Svo það er eins á strákur í Indlandi sem fættist með 34 putta og 34 tær. Ég held að alltaf eitthvað halda áfram með kúkadóti. Nei, það er bara óþægilegt að ræða. Þú fættist það með 32 putta? Mýga og hvort það maður eitthvað. Já, hann fættist með 34 putta og 34 tær. Já, hann er bara eins og kongulógrið. Já, þetta er ógslegt. Ég var að vikina það. Svo það Það er gött börn sætt. Hvað segir, hann getur alveg sætur. Þú veist, það eru bara til ljót börn. Já, en hvað heldur hann sé endilega ljótur þá hann sé með 34 tær og putta? Ekki myndi ég vilja halda á hann ef ég var hreinskilinn. Á hverju? Hann er með 34 putta? Já. Hvað myndirðu? Jú, ok. Hvað heldur hann sé að fara að gera við þið? Með þessum puttum? Heldur þú geti ekki haldið á barninu? Hann getur nú bara gert. Jú, þetta er ekki. Jú, ég myndi halda á barninu. Ekki gera mér en ekkert eða? Þetta er ekki krakkið minn. Nei, ég er bara svona mistið út mér. Það eru 2 eftir. Sean Connery hafnaði að leika Gandalf því hún fannst handritið svo mikið kjaftaði. Þannig að Sean Connery átti að vera Gandalf í Lord of the Rings. Shit, hann er reynda að vera rosa góður. Já, ekki það, ég maður kella hann stórkostlegur, sko. Jú, hann var reynda mjög góður. Já, og svo er það síðasta. Skóabjörn getur bitið keilukúli í tvennt. Já. Það getur eitt ímyndaði kraftin í kjaftinu þar maður. Shit. Já, það er rosalegt, sko. Já. Keilukúlu. Maður er einhvern veginn ekki hrættu við skóabjörn. Veistu hvað ég var miklu hrættar ef að sjá, þú veist, ef ég var eftir upp í fjalli. En þú myndir bara mæta honum í skóðin, verður það að segja að það verður bara sama? Nei, ég myndi skýta á mig, sko. En þú veist, ég væri samt eða hrættar að sjá bara úlf eða eitthvað. Nei. Er það ekki? Mér finnst einhvern veginn eins og maður geti náða að reka einhvern veginn í burtu. Stungið hann af. Þú er bara búin að horfa á mikið að teiknimundum, held ég. Já, jú. Hvað, ætlarðu bara að henda hunangi upp í tré og skokka svo í burtu? Já. Þetta er stór hættuleg dýr. Það var nú gaman að heyra hvað er hlaupa hratt. Það kemur kannski... Þeir hlaupa mjög hratt, þeir hlaupa hraðar en við manneskjöldna, sko. Já, ok. Þannig að þú getur ekki stungið hana, þú ert bara að reyna að klifra eitthvað upp í tré eða eitthvað. Já. Nei, þú ertu hrættari við hann. Ekki það, ég veit ekki, kannski ertu hrættari við hitt. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Þær voru vel sturlaðar. Já, þær voru fínar í dag. Já. Og hvað fannst þér svona best? Það er erfitt að velja á milli, krakkin í Indlandi, hann var náttúrulega mjög creepy, ég verði að viðkynna það og svona gaman að heyra að krakka sem er með svona marga putta og tær. Já, rosa gaman. Það var mjög skemmtilegt og svo fannst mér reyndar mjög skemmtilegt þetta með kattakaffihúsið. Já, þú ert að fara til Kóri þá getur þú farið. Já, þá myndi ég fá mig kött og kíkja með hann okkar. Hvað er meira sexy en að fá sér bara latte og það er búið mikið í það?
Virðisaukaskatt af öllum skóm. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Trúlega kynnir. Falk tónleikar til styrktar Falk Uber Evrópa Tour 2013, Crackpot og AMFJ ásamt a.k.a. Trouble og Harry Knuckles á Gamla Gauknum 27. september klukkan 9. 1000 krónur inn. Í dag á hópkaup.is. 2 rétta kvöldverður fyrir 2 ásamt rauðvínsflösku á Rödd 23 í Reykjavík á aðeins 11.900. Hópkaup í krafti fjöldans. Mini-pítur, frábærir í veisluna, fundin eða bara hvað sem Pítan, sími 562 9090. Pítan, alltaf fersk. Taktu helgina frá fyrir byltingu í íslensku sjónvarpi. God almighty, what are we looking at? Skjár 1 færir þér heila þáttaröð af Under the Dome í skjáfrelsi. Where the hell did it come from? Stærsti þáttur ársins vestanhafs. Get people trapped in here! Tryggðu þér áskrift á skjárin.is. Nýttu þér 10 króna ofurdagsafsláttinu á Orkunni og Shell í dag og þá mun Orkan styrkja átakið á allra vörum aukalega 2 krónur fyrir hvern lítra. Orkan. Við höfum opnað nýja og stórglæsilega fiskverslun í Spönginni. Fiskverslunin Hafið, Spönginni og Hlíðarsmára. Áheyrnarprufur fyrir Ísland Got Talent byrja á Selfossi á mánudaginn og verður það fyrsta stopp á leiði kringum landið. Við leitum að fólki á öllum aldri, einstaklingum, pörum og hópum sem hafa einstaka hæfileika til að syngja, dansa, sína töfrabrögð eða annað sem mun heilla þjóðina. Siguratriðið hlýtur 10 milljónir króna í velun. Nánar upplýsingar og skráning inn á stöð2.is/talent. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Wrecking Ball, hún nakin í því myndbandi á einhverju kúlu. Já, þetta það? Það að sleika sleggju. Já, hvað að gerast þar? Hvað fyrir sleiku sleggju? Þetta bara fest. Þetta nýtt. Þetta fest? Nei. Hún alveg, málið eins og þetta lag, þetta fínasta lag. Ég fílaði mér þessa. Og hitt lagi líka, hún þarf ekki að vera í þessu, þetta selur, það eitthvað hún að gera rétt, því að það eru 200 milljónir búin að horfa á þetta vídeo held ég, svo einu þann. En það komið að nýjum dagskrárlið. Glænýjum dagskrárlið. Hér í FM 95 Blö og þú ætlar að spreyta á honum í dag. Já. Og þetta heitir eiginlega stjórnun, en samt ekki, ég hef alveg stjórnað Pétri og Svepp og þeim í útvarpi. Já, fólk nefnilega kannast við gömlu góðu stjórnunna. Já. En að stjórna, blá ókunnuri mannsku í útvarpi, já, það svolítið annað. Og við ætlum að gera þetta við fyrirtæki og fólk. Og þú ætlar að byrja í dag, hvað ætlar að... Ég ætla bara að vinna á náttúruna. Já, ég kom með heimasíma, sem ég var að hringi í. Og þú ætlar að láta eins og sért fastur... Á klóstru. Já, þeir vantar pappír. Þeir vantar pappír. Okay. Alltaf koran og krakkar eru farin austur. Erst þú tilbúin á pípanum? Eða þú verður að pípa þér nöfn? Það allt tilbúið hérna meginn. Okay. Þannig ert þú klár bara? Ég alveg klár. Þá prófið nýja dagskrárliðin sem heitir, stjórnun í útvarpi. Nína. Já, Nína. Já. Sæl og blessu Gunni hérna meginn. Bý hérna við hliðina á. Já, blessuð. Hæ, herðu, ert þú heima? Já. Já, mikið ég ánæður. Já. Herðu, hérna, konan skrapp austur með krakkana. Já. Og ég fór hérna bara heim hérna úr vinnunni. Já. Búin að vera smá lasinn. Já. Og hérna bara, þetta dálítið vandræðilegt. Nú. En hérna, ég þurfti sérst að hoppa á klósetti og brunaði heim. Já. Og ég pappírslaus, það ekki til eitt pappír hérna heima. Já. Ég ætla að aðtuga hvort þú gæti verið svo æðislega að hoppa yfir bara með rullu fyrir mig. Jú. Er það ekki? Það bara alltaf í lagi. Já, ég spurningum að hafa þið bara á línunni, Ertu komin í skóna eða? Já, ég inni skóna, ég bara búin að taka hérna rúlun á klóskinu. Já.
Akkurat, það er sniðuðast örugglega fyrir að fara bara bakdyra megin, sko. Já. Út í garð. Já. Og ég er þar, þú sér mér, hendin er út gluggan núna, sko. Já. Alveg, maður bara, ég þurfti að bruna heim, sko, ég alveg bara... Já, þetta er bara ganga. Hæ? Lögðarstæði vinnunni morgun kom hjálpust að það var snúið heim. Já, og mér varst ég bara búin að... Já, hún bæði niður úr og upp úr og... Allt hjá henni. Já, þetta nú búið að aðalega svona... Já, og þau eru búin að vera svona tínast að góða halva mánuði síðan bara vísað eitthvað og svo eru þau verið að... Já. Svona, en byrju, nú er eitthvað hérna bak við, ekki lokað hérna. Ertu í garðinu? Er lokað? Já, opnaði bara þar? Nú, þegar ég ná ekki... Að krækja svona, þú fer með hendurnar og kannski passar að bleiti ekki rúluna, er ekki ykkur bleit úti? Jó, en byrju, ég get bara ekki opnað hérna. Nú, nær að klifra eða eitthvað, ég er alveg... Nei, það er bara nægir. Nei, við hendi bara, já, þú eru náttúrulega að fá hana bara innum. Já, eða ekki, þú eiginlega getur ekki hendin út í garð, sko, það blotnar hún og... Já, ég get hana, ef ég næði þarna bara hitta hjá dyrunum, ef þú getur náð í hana. Djöðs vissum, nær það að fara hinn hringina? Já, já. Það ekki? Það er betra að fara... Það er kannski betra að fara hinn inn? Já, því ég... Hvernig er ekki bara opið inn? Hvernig er fara útidurahurinn? Er ekki þetta að opna bara þær inn? Já, þetta... Læst það eða? Það er að koma hérna að henni. Já. Ertu ekki með rúluna? Jú. Jú, það er læst. Já, það er læst þar? Já. Hanskotin, og lappar þarna áfram síðan baku hotn og er ekki gluggi þar á hotninu? Hvernig rúla er þetta? Er þetta bara svona krónupappír eða er þetta eitthvað þykkur eða? Nei, hann er nú svona bara... Lambi? Það er náttúrulega alveg... Það er ég veit ekki, ég finn eitthvað... er eitthvað getur opnað hérna gluggan í kjallara. Já, það er spurning hvort þú gerir það ekki bara. Það er sporjárn ef ég get lyft þessu upp. Já. Jú, það er alveg... Ertu komin inn í húsið þá eða? Nei, ég er ekki komin inn í húsið. Þá var ég bara hendað inn úr gluggan. Já, já, það er ágætt. Já, betur, nú get ég opnað þetta betur. Ertu með sporjárnið? Það væri fínt að þú myndir kannski ekki nota það sko upp á... Það væri svolítið leiðilegt að þurfa að fara í einhverja viðgerðir á glugganum. Já, nei, sko, en bara, þú veist, ég geta lengra... Það er bara að fara svíð í rassin, sko. Betur, ég get nú er ég búin að kremja rúluna saman. Ég hendi þessu inn í fyrsta gluggan. Já, er það ekki bara? Hendur þessu þetta inn og ég svona... Já, ég hendi nú fórurna niður á gólfi. Er það ekki? Já. Æðislegt maður er... hvað maður er fegin að geta farið núna og klára þetta. Já, ok. Já, maður er búin að vera með alveg bullandi. Já, takk fyrir það. Já. Takk. Þetta var... Þú verður að segja henni, maður. Þetta var stjórnun í útvarpi. Sko, veistu hvað, það hefði verið fyndið ef það hefði verið heima. Ég veit það. Hún hefði verið að rölda þetta með klósettrúluna bara, hún að reyna að opna. Já, ég hugsaði það svo mikið. Það hefði verið svo mikið gull að hún hefði verið húðskömmu. Hún hefði brótast inn til okkar. Hvað er þetta að gera? Ertu með klósettpappír? Hvað ertu með allt niðröðið þetta? Herru, þetta er glæni í dagskólið hjá okkur. Stjórnun í útvarpi. Já, þetta var æðislegt og spáðu hvað þetta er nú góðu granni og bara svona, það var einhvern veginn svona móðir rói yfir henni. Alveg þvílík. Hvað er þetta að láta fólk gera maður? Djöfull er ég elska þetta. Rihanna hér með Diamonds. Þetta, maður finnir einhvern veginn alltaf í gírið þetta lag. Já. Þetta er eitt af mínum uppáhalds með henni. Herru, nú er... Shine bright like a diamond. Nú er 50 dagur. Ætlar blöðmaðurinn að gera eitthvað? 50 dagur, já, mennar í kvöld. Ætlar að hita lifrin upp? Nei, það ætla ég ekki að gera, ég ætla í bíó. Já, hvað ætlar að sjá? Fá mig pop og kók. Það er FM-sýning á Don John. Hvað er málið með kvikmyndahúsin? Að við erum alltaf með þessa bráðabera lausna á pop-saltinu. Alltaf svona einhver kókdalla sem er búið að gera svona gat með skærum. Það eyðileggur alltaf poppið hans þegar maður er að nota. Ég seti þetta ekki út á henni sinni. Akkur er ekki bara splæst í saltstök? Hvað er þetta að horfa á mig? Ég er ekki vinnað þarna. Nei, ég er bara byrjað að horfa vel á þig af því að það er komið augljósur staðreyndum djöfullegir til í þetta maður. Shit. Erum við að fara í það raug? Við erum að fara í það núna og ég horfa alltaf beint í auðvitað þegar þið ferir við staðreyndum. Já, þetta er öruglega sá dagsfélög sem að líður hvað skrýtnast í.
Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér þú ert í þessu rugli. Sko, en ég get lofað því að það eru vel augljósar í dag. Það eru mjög skemmtilegar. Er það þannig að því að þú veist, í sturglum starfundum, því sturglaðari því betri, hjá þér er það sem sagt þá bara því augljósari því betri? Akkurat. Ok. Það er bara svoleiðis. Okkur segir þú ekki bara, veist, ok, ég ætla ekki að skipta mér að þessu. Mér finnst að þú ekki að gera það. Það eina sem ég vill að þú gerir er að ég vill að þú setjir á Mr. Selfridge betta minn. Og þú mátt hafa svolítið hátt. Þetta er svo leiðilega betti. Nei, þetta er bara minn betti og þú mátt hækka vel í honum. Hanna. Þetta er eins og bara eitthvað svona, þetta er svona einhver skrýpabetti. Nei, þetta er bara betti fyrir augljósa starf. Í eitthvað svona morgunþátt sem er allt og hræsk. Nei, þetta er bara alls ekki þannig. Næja, ok. Ertu tilbúin í það? En stíl og ég verð. Þetta er fyrsta augljósa staðrind dagsins, Auðun Blöndal. Góðan meðan. Tilbúin? Já. Gera þetta svolítið í takt við bettan. Kemur núna. Það er ekki... Ertu tilbúin í þetta? Þú ert í símanum. Hætti í símanum. Ég er ekki eitthvað rugglaður. Þú voru að horfa á mig. Ég sett að segja, ég er að horfa á þig. Tilbúin? Já. Fyrsta augljósa staðrind dagsins. Já. Það eru ekki alvöru naglar í naglalakki. Nei. Þú var að naglalakka upp neglu þetta núna. Þú veist, það er ekki naglar í þessu. Þetta er bara pensils og þetta er bara sterk efni reyndar en. Þetta er ekki naglar. Akkurat. Skilur það? Já, ég skil það. Já, gott. Það er ekki alvöru naglar í naglalakki. Og þá er komið að augljósið staðrind nummer 2 í dag. Þú mátt hækka svolítið í betanum. Já, veistu það, er þetta að þér. Þú getur ekki talað með naflanum. Naflinn talar ekki. Það er rétt í þér. Það er bara munum. Hvernig væri það? Þú væri með naflakusk. Þessu var ekkert smá augljós í þér. Þetta er augljós staðrind. Þú getur ekki farið að spjalla við einn með naflanum. Það er bara þannig. Þá komið að þriðju augljósu staðrind dagsins. Tilbúin í hana. Hún er rosaleg. Eins til og ég verð. Ok. Gírafar borða ekki með hnífapörum. Þetta er svo... Þetta er svo hvað? Hvað ætlar að segja? Ég veit það. Hefur ekkert að fara í dýragarð? Bara hefur ekkert að verið stattur erlendis fyrir dýragarð og sér gírafa borða ykkur að steik með hnífapörum? Nei, en flóðhestur geta það ekki heldur, sko. Akkurat. Hundur borðar ekki með hnífapörum. Nei, þeir borða... Kettir ekki heldur. Dýr borða ekki með hnífapörum. Nei, okkur segir það ekki bara. Það veit ég ekki. Þetta er augljós staðrind. Herru, þá er komið að augljósi staðrind nummer 4. Það er alltaf 5 hjá mér. Já. Þessi er rosaleg. Tilbúin í þessa. Hákarlar eru aðal orsök hákarla árása. Þú ert ekki að fara rænt í hákarla árás. Þetta er ágætt, ég skal gefa þér þessa. Hákarlar eru aðal orsökin fyrir hákarla árásum. Væntanlega. Væntanlega, þessi var augljós. Þeir eru að ráða, já, þetta er allt augljóst þarna, vitleysingur. Það eru misaugljós, sko. Það var að 5. augljósa staðrind dagsins og jafnframt svo síðasta. Þessi, ég var að skrifa þessa niður, bara meðan tónlistin var að náðan. Þessi er skemmtileg. Ertu að lækka í bettanum? Hækkaði í bettanum, þetta er ekki búið. Hanna, tölvumús borðar ekki ost. Nei. Það gerur hún ekki. Þú getur bara... Já, þú þarft ekki að leika þetta. Nei, þú ert á netinu og svona. Þetta er ekki alveg mús. Þú ert ekki að fóðra tölvumúsina. Hún er döið. Nei, þú þarft ekki að gefa hún ost. Hún bara virkar fyrir netið og svona. Þetta var augljóst. Líka bullið maður. Hákarla af öllu ruglunni hefur þetta og það fannst mér best með hákarla ára svona. Hákarla séu aðal orsök fyrir hákarla ára. Þetta er svo augljóst. Ég vona að hlustendur hafi verið að skemmta sig konunglega yfir þessum augljósa staðrindum. Þetta voru augljósa staðrindir hér eftir smástund stigagangurinn. En fyrst auglýsingar. Krabbís kynir. Heiðar Austmann og Rikki G gera allt vittlust á All In Sportbar í Hafnarfirði laugardagskvöldið 28. september. Alltaf besta í danstónlistinni og tilboð á barnum allt kvöldið. Það er frítt inn, en bara ef þú ætlar All In. Krabbís og All In Hafnarfirði, lifi fjörið. Vantar þið eitthvað hollt og gott í matinn? Langa í austurlensku karrí. Fiskverslurinn Hafið, Hlíðasmára. Við höfum einnig opnað stórglæsilega fiskverslun í Spönginni Grái. Í dag á hópkaup.is 2 rétta kvöldverður fyrir 2 ásamt rauðvínsflösku á Rödd 23 í Reykjavík á aðeins 11.900. Hópkaup í krafti fjöldans. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni
og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Í dag Atlandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. Ískaldur á krana alltaf á aðeins 500 kall. Players, búðakór Kópavogi. Nú Fréttablaðið komið í yfir 28.000 spjaldtölvur og snjallsíma. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallpakka. Syngur Selena Gomez hér til að hlusta á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Steindi Junior með ykkur til 6 í dag. Styttist í stigaganginn sem hressandi dagskrárliður alltaf á 50. En svo styttist líka í október og hann orðinn þekktur sem meistaramánuður hér á Íslandi. Já. Ég endari með minn janúarblöð. Ég hef aldrei tekið þátt í meistaramánuðinum. Já, þú ert með janúarblöð. Þú ert alltaf edrú í janúar. Já, svona. Þú hefur á svindlað. Ná, ég svindlaði í fyrra að var 31. samt. Já. Þannig að ég kláraði ekki síðast en ég fór langt með það. En það að byrja líka þáttur sem að tengist meistaramánuðinum á Stöð 2 í kvöld og við erum einmitt komnir með umsjónamann þáttarins hingað í stúdíu. Hann heitir Þorsteinn, verður velkominn. Jú, heilur og blessaður. Hvað segirðu gott? Ég segi bara svona skítsæmilegt. Skítsæmilegt. Yes. Og hvað hérna, það eru 6 þættir. Já. Ekki rétt. Ekki rétt. Og út á hvað gangaði þættinni? Ertu að fá þekkta bara fólk í þáttinn sem að svona útskýra? Já, sko, þetta gengur út að við erum bara að reyna að búa til svona eitthvað létt stuðningskerfi fyrir fólk sem er að taka þátt. Okay. Við svona skiptum þessu niður í nokkur þemu. Fyrsti þátturinn eru markmiðasetningu, af því að það er mjög mikilvæg hluti af meistaramánuðinum. Og þá fáum við svona fagmenn eins og hinn staka fagmann, Haukinga Gunnarsson, til þess að koma og tala til dæmis, þú veist, hvernig hann fekk samning hjá Liverpool á sínum tíma, hvernig hann skoraði Ragnhildi Steinunni og annað svona sem hann hefur gert þokkalega vel í lífinu. En við tölum líka við framkvæmdastjóra Pizza Hut á Íslandi sem er að mókin peningum vegna þess að hún hefur sett sér mjög skýr og góð markmið. Já, það er líka bara því að einn fjölskyldu pizza kostar 19, þú vart að selja. Gæti spilað inn í. Það er þetta rétt, menn tala um þessi ofmetnistu pizzur á landinu. Ég er enda að fíla Pizza Hut í tætluna, það hefur alltaf farið í taugar með það er svona í dýra. Það er ekki ofmetnistu á bræði, sko. Nei, æðislega. Það er bara ofmetnistu á verði. Pizza Hut, munið, þegar var alltaf eitthvað sprengisandi. Það var sko, þú veist, þetta var alltaf verið svona fancy pizzur hérna. Þú veist, það var svona alveg svona frekar dýrar og allt svona stemningin og allt svona svolítið flott og fínt. En það er ekki þannig úti. Nei, Pizza Hut er mun betra á Íslandi. Það er til dæmis eins og ostafyllta brauðstangir og Pizza Hut er eitt sennilega besta sem ég fengi. Úti er þetta svolítið bara eins og að hoppa á McDonald's og taka klink úr vasanum. Já. Menn borga fyrir pizzuna til að fá frá klósitið. Já, þetta er svolítið þannig. Þetta er svona salendi bara. Það er svolítið þannig á Íslandi að menn hérna vega, þú veist, vikta matinn. Ef hann er mjög þungur, þá getur þú borgað svolítið mikið fyrir hann. Pizza Hut pizzur eru þingstu pizzuna. Já, það er mikill maturinn. Ég var alveg til í að pönnu pizzu núna á Pizza Hut maður. En hættu nú að tala um Pizza Hut. Hvað er fólk að taka sig, hvað eru svona aðalmarkmiðin hjá fólki í meistaramánuði? Veistu það? Er þetta að sleppa þá sykri og brauði og eitthvað svona og áfengi? Það er fáralega margir sem að sleppa sykri og brauði. Það er rosalega margir sem einfallega svona taka til í mataræðinu. Já, það er ekkert endilega að sleppa kannski alveg. Nei, ekkert eitthvað frekar og það eru margir sem að segja bara ég ætla að borða hreint eða þú veist, ég ætla að hætta að borða unnar vörur eða ég ætla að hætta að borða svona einhver tilbúinur rétt á frestinu. Bara svona að fara að vanda sig hans meira við matagerð og annað. Ert þú sjálfur með eitthvað markmið? Já, heldur betur. Ég ætla að fyrir að fyrsta ætla ég náttúrulega að reyna að halda utan um henni þátt. Það er svona alveg það er ágætt markmið og gott fyrir mig og ég held að það sé bara fínt í sjálfu sér. En ég ætla til dæmis að hætta að borða fristavörur og ég ætla að lesa aðeins meira bækur. Ég er svolítið gjarna að vera eitthvað með Facebook eitthvað upp í rúmi og vera eitthvað slappur og síðan er ég bara geðveikt þreyttur daginn eftir. Það er að fara að lesa meira? Já, bara lesa bók eða eitthvað, fara fyrir að sofa og svona. Það er eitthvað sem ég mætti nú að skoða. Ég líka að fara að lyfta lóðum. Já. Sem eitthvað sem ég elska og ég ætla að fara að gera það aftur. En Steindi, ert þú með eitthvað? Ég ætla að fara að spyrja þig að því. Ég spurði þig undan. Hvað ætlað þú að taka fyrir þér í meistaramánuðinum? Það er svona aðalega bara ég var búinn að pæli því svolítið sko en ég hugsa að ég taki eitt skref bara einn dag í einu. Hvað skona? Einn dag í einu í áttina hverju? Engu sérstöku, bara svona. Já, þú ert ekki með negin markmið? Jú, ég er alveg með markmið. Ég
Ég ætla að hugsa betur bílinn minn. Það þetta svo margt skoða. Þetta kemur á hjartanu. Þegar Steindi kemur og sækir mann, að við erum að fara eitthvað, tala við erum að fara að skemmta saman eitthvað, þá ég tek með mig póka. Ruslapóka og setja í sætið, bara því ég vill ekki vera allir út í hárum, hann á ekki eins og kött eða neitt hund eða neitt, samt bara, sko, bíllinn eins og... Ég hef aldrei fattað þannig blá, akkur hári í bílnum mínum. Skil þetta ekki. Ekki kemur þetta frá þér? Nei, þetta að því að Öddi, hann gengur í pels. En fyrsti þáttur í kvöld, en samt nú mánuðurinn ekki byrjaður. Hvað þá í kvöld? Sko, í kvöld þá ætlum við að fara yfir markmann. Já, Haukur Ingi og síðan hérna, hún svolítið flott, kona sem á FAF, sölu fyrirtækið. Já. Hún selur líka svona Sennheiser heyrnartól og hún nefnilega hefur stamað mjög mikið, bara alla sinna ævi. Einhvern veginn hefur komið svo vel í gegn að hún bara einhver fyrirvændi ræðumistari og við rekum bara mjög flottan business núna og 2 bara fallegustu hundar sem ég séð. Það, þú þarft að vera með eitthvað góð markmið eða ætlar að eiga svona fallega hundin. Er þetta franskur bulldog? Nei, þetta svona lassihundar. Það mjög gæfir lassihundar sem hún á. En hérna, við ætlum að tala um þau, síðan tölum við bara um nokkra þáttakundur. Já, sem að fara að taka þátt í... Já, og þeir eru með svo mismöndi, sko, markmið. Eins og það eru mjög hugrakar stelpur sem koma allir með sér kvöld, önnur sem búin að vera hérna glíma við sko geðhvörf og hún að nýta svona meistarmónuðin í að koma sér aftur inn í lífið. Þannig hún búin að vera mjög lengi með að berjast við hennar sjúkdóm og núna svona búin að ná tökum á sig og ætlar að fara aftur í námið sitt og hún ætlar að tala um það og síðan annar félagi mér að skrifa bók sem hann ætlar að setja það sem markmið sitt, við ætlum að tala við hann um það. Og klokkan hvað byrjar það? 19:20 í opinni dagskrá. Í opinni dagskrá. Ég held að þátturinn geti verið líka svo mikil hvatning fyrir einhverja hauga, sko. Ekki spurning. Bara hvetjum allir að horfa. Já. Og líka taka þátt. Já, ég ætla að finna mér eitthvað gott markmið í október. Er það ekki? Jó, svei mig það. Takk hérlega fyrir komuna, Steini. Og við hvetjum eins og Steindi sagði, alla til að horfa klukkan 19:20 á Stöð 2 í kvöld. Fáum hérna One Republic, svo það stigagangurinn. Steindi, ertu klár í stigaganginn? Auðvitað er ég klár. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel alive. Þetta eru One Republic hér í FM 95 blöð með Counting Stars. Aha. Fínasta lag hérna frá þessum piltum. Ekkert að þessu lagi. Takk Stein, aftur kærlega fyrir komuna. Það styttist nú í annan góðan gest, Óli Hólma þarf að kíkja á okkur eftir smá stund. Já, það er alltaf gerast í þessum blessaða þættinum. Já, við erum líka að fara í stigagangin, en þú vilt fara fyrst í íslenska slúðrið. Já, ég var að spá. Áður en fyrir í stigagangin. Já, er það ekki? Eigum við ekki bara svona keyra á það? Ég er alltaf til í gott íslensk slúður. Við erum bara hratt yfir það. Þetta er mjög fest í dag og þetta er svona, já, ég fekk... Þetta er að heyra þetta um svona allan bæi, eða? Já, ég fekk 1 símtal. En svo ég bara byrjar að fá svo mikið að postum. Fólk að senda þér íslensk slúður. Já, og þetta er... Af vinafólki og ætningum, eða ekki? Jú, þannig að þetta er helviti skemmtilegt. Þetta er allt frá fyrstu hendi. Þetta er allt frá fyrstu hendi og ertu tilbúin í, þetta eru hérna 4 mólar. 4 mólar, ok. Íslenskir. Ok. Og ég ætla bara að byrja hérna, en körfuboltakappinn, Kobe Bryant, leikmaður Los Angeles Lakers í bandaríska boltanum, þú þekkir hann nú. Já, hann var nú eða í Íslandi. Já, heldur þú með Lakers? Ég held nú með New York Knicks, en þeir komast aldrei í úrslitakeppnina, komast aldrei langt, þannig þá hefur við oftast stutt Kobe. Ok, en hann, já, það er rétt verið, hann hérna hafði viðkomið á Keflavíkurflugvelli í nótt. Já. Það kemur fram á Víkufrétta og á TVF og, já, í fyrrinótt. Já. Það er rétt. En hann var ekki eina celebið sem var startar, heldur Keflvíkingurinn góðkunni Óli Geir var líka þarna. Já, ok. Og hann hittir Kobe Bryant upp á velli. Hann er nú fílað það, hann er á fulli körfu sjálfur. Já, og segist alltaf að vera besti körfuboltamaður Íslands. Já. Og hérna, en sem sagt hann byrður myndið honum, og það sem gerist það er frekar leðilegt, af því hann ætlar að taka svona utan á mann og allt bara perluvinnir og allt friendly, þá rekur hann puttan í augað á Kobe. Já, Óli Geir. Já, Óli Geir, svona, þú veist, þegar hann er svona að taka utan á mann. Ok, ópilegt. Og það fer þannig að, að Óli Geir var rekinn burt bara strax og hann var raun heppinn að fylgdalið Kobe hafi ekki tuskað hann til, sko. Það var með einhverju svona stóru murtum, sko. Og Óli Geir hendi status á Facebook í gærkvöldi og það stendur Kobe Bryant has a swag but he is also a fag og hann er komið 13 likes. Hann er verið eitthvað ósáttur. Hann er ósáttur. Ok. Þetta er skemmtilegt slúður. Já, næsta. Já, það er að Sveinn Andri Sveinsson, stjörnu lögfræðingur. Með meiru. En hann var daginn núna að reyna fyrir sér á talsvert nýju vettvangi. Hann gerist fyrirsæta.
Já. En hann satt fyrir á skólamyndum hjá nemyndum í 1. bekk í Menntaskólans Reykjavík, en dóttir hans í þessum umrædda bekk. Já. En hann var að fíla það mikið að nú var að koma önnur frétt á Vísi. Og hún bara glæný, var að detta inn fyrir 10 mínútum að hann mun sitja fyrir í jólabækling Hagkaups. Já, ok. Þetta vissi ekki allir. Svo, hérna mynda á hann í náttfötum. Nei. Jó, hann bara mættur hérna, kallinn. Hvað ætla hann að fara að sitja fyrir í náttfötum í jólabækling Hagkaups? 50 lögfræðingur. Þetta sérstakt. Hann fíla þetta. En við í blöð, við óskoðunum til sjálfsögðu. Bannað að dæma. Það var annað slúður hérna, Gísli Marteinn. Já, hvað er þetta Gísli? Hann er hættur í pólitík. Já, og komin í sjónvarp. Hvernig líst þér á það? Mér líst mjög vel á því að hann er frábær sjónvarpsmaður. Sammála því, og hann þurfti að leita til læknis síðasta sunnudag vegna magapínu. Nú. En það ástæðan fyrir því er ekki út af stressi eða álægi og nýju vinnun og allt þetta. Heldur var hann að fá sér í aðra tána á laugardaginn og lendir í eftirpartí. Gísli Marteinn í eftirpartí? Já, svona bara friendly sko. Okay. En þar átt hann heilt ostykki. Já, fekk í magan þetta. Fekk í magan. Það var búið að loka hróa og öllu, það var ekki hægt að panta mat og hann átt heilt ostykki. Það voru bara í eftirpartí í þetta ost. Já, búin að fá sér 2-3 sko, þú veist hvernig það er. Hvað var með eftirpartí? Mína mús eða? Nei, bara ég veit það ekki. Það sopnaði líka ykkur rauði sófasetti saman kvöld, en það er önnur saga. En svo er það síðasta slúður. Gísli Marteinn dauður í rauði sófasetti. Já, nú er meira. Það er síðasti og það er íþróttafréttamaður á RÚV. Snillingurinn Haukur Harðar. Já, nettustrákur, ég er með honum í bolta. Já, hann er í öðrum bolta. Hann er í 2 mismunandi boltum. Hann er með þér í fótbolta á hvaða dögum? Mánudum, en hann er líka á miðvikudögum. Haukur Harðar. Já. Og það, hann er í Kornum í Kópavogi og þar er hann í tíma svolítið seint, þannig í seinasta tíma sem húsið býður upp á og allir voru farnir úr klefanum og starfsmaður sem er að þrífa klefan svona í lokin, hann kemur að Hauki og þá situr hann svona á bekk og er svona grubla í tippinu á sér eða svona fikta brett upp á tippið og hérna hvað meður við? Hvað var það sem að gerður á sjö? Já, það var svona að skoða bara tippið og það var öskrað á hana hvað hann var að gera og beðin að fara. Af hverju býttu, sko, fyrir utan það var þetta mest að kæfta sem ég heyrði, en af hverju átti húsvörðinu öskra og þá var eitthvað grufli í teipinu? Já, það situr eitt þarna og er svona fiktir, toga svona í forhúðinu og svona, þetta var ekkert geðslegt. Já, var hann ekki einn? Já, lit bara. Já, hvað okkur átti húsvörðinu? Nei, bara þú var það sem var að hugsa þetta slúðurinn. Nei, þetta er satt. Þetta var Íslands slúður og þetta Haukur Harðars einnir klefa grubli í teipinu sem þetta er bolta. Þú vilt slúður fáum auglýsingar, svo er það Sólu Hólm og stigagangurinn. I don't watch too many movies. The pretty woman, the first kiss, the breakup, the makeup. Everyone knows it's fake, but they watch it like it's real life. FM 957 og Sambíóin bjóða nokkrum heppnum hlustendum að sjá myndina Don John. 5. 27. september klukkan 20 í Egilshöll. Fyrsta mynd leikarans Joseph Gordon-Levitt sem leikstjóra og handritshöfundar er fjörug og bráðsmellin ástarsaga frá öðru sjónarhorni en áhorfendur eiga að veljast. What are you doing? I was just reading email. No, you weren't. You were watching porn. Don er forfallin klámfíkill sem líður best með sjálfum sér að horfa á netklám og ná sér í nýja stelpu í hverri viku. Hinir órannsakarlegu vegir ástar og kláms. Skemmtileg og öðruvísi mynd sem kemur hressilega óvart. Þeir sem ekki ná sér í miða geta keypt á sérstökum FM 957 kjörum. Kíktu á kvikmyndina Don John með FM 957 og Sambíónum. 11 Rockquiz á Bar 11 klukkan 10 í kvöld. Ókeypis aðgangur og stórglæslegir vinningar. Bjór á 450, skot á 450. Bar 11. 1, 9, 0, 9. Skelltu þér inn á 1909.is eða sendu SMS í 1909. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig hæl. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Í dag á hópkaup.is. 2 rétta kvöldverður fyrir 2 ásamt rauðvínsflösku á Rödd 23 í Reykjavík á aðeins 11.900. Hópkaup í krafti fjöldans. Áætlaður komið til leik. Hvað er þetta? Er þetta að koma hingað? Halló? Halló? Í dag er Allandsolíudagur. 10 króna afsláttur með dælulyklinum í dag.
Atlandsolía. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í september. Frábær tilboð hjá Ritz og Pizza, G&P hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, World-Class, Rocky Reykjavík og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild snilld. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Lagið, Sun Don't Shine með Klanga Russell sem að mér alltaf fundist skrítið nafn á tónlistamanni. Ég veit ekki, kannski þetta hljómsveit eitthvað. Ég þarf að fara að kynna mér þetta aðeins betur, veit ekki alveg hvað í gangi þarna, en það hins vegar komið að dagskrálið sem að heitir svo mikið sem Stigagangurinn og Steindi Junior að koma sér fyrir hérna hjá Símanum. Og ég held að hann sé bara að verða klár hérna. Hvað, ekki kveikt á magniðinu, Steini? Steini, ertu klár í stigaganginn? Auðvitað ég klár í stigaganginn. Þetta svona minn uppáhaldsliður, sko. Já, ég hérna komið númer á fínum stigagang. Ok. Og ekki bara hjólið þetta? Jú, býttu, ég verða að vita smá. Er þetta út á landi, er þetta hérna í Reykjavík? Þetta hérna þetta á höfuðborgarsvæðinu. Ok. Þú ertu búin að ákvæða hvað þú ætlar að vinna með? Nei. Þú verður ákvæða það, hvað ætlar að vera að vinna með? Ég ætla að það er hússjóðurinn. Hússjóðurinn, það er alltaf klassískt. Það er viðkvæmt. Ok, og hvað ætlar að gera með? Ok, ég er bara, ég dreifti bara fyrir. Já, bara ég er búin að rífa flippan á innum, ég ætla bara að fara að mála og svona. Ok, það eru tekum á þessu. Já, veitu, er þetta Sigurður Einarsson? Já, þetta er hjá honum, já. Þetta er hjá honum, já. Og þú ert á væntanlega konan hans, eða? Já. Herru, ég get nú alveg að tala við þig. Ég heiti Þorkell Ólafsson og var að flytja hérna í blokkina, ég er númer 7. Já. Og, ég er að koma norðan. Í hvað íbúð ertu? Ég er hérna á efstu hæðinni. Nú er? Já. Á efstu hæðinni? 301? Já. Ok. Já. Og hvernig hitti ég á þig? Bara allt í lagi. Já, ég ætla nú ekki að vera hérna, ég ætla nú bara að reynsa andrúmsloftið strax og segja þér að ég er nú búinn að rífa flippana 2. Já. Maður er í fríi. Hver sér hússjóðin hérna í blokkinni? Það er bara banki sem sér hann. Það er bankinn sem sér hann, já. Já. Já, það er engin manneskja sem er svona gjaldkyrr í... Nei, sko, ertu búinn að kaupa íbúðina? Já, ég er ekki, að kaupa hana, nei, það er ekki frágengi, ég er að ganga frá því, ég verði eigandi á íbúðinu núna bara í október, sko. Já. Ég ætlaði svona, ég er bara með mjög mikið af góðum og ferskum hugmyndum fyrir blokkina. Svoleiðis, já. Já, hvernig það er aldrei gert neitt við hússjóðin, er þetta ekki alltaf bara einhver peningur sem enginn sér? Já, hann er notaður í að borga rafmagn og hita fyrir sameiginlega. Já, ok. Svo er sjóður líka sem er viðhaldssjóður og hann er notaður þegar þarf að mála og... Já, og ég var mitt að spá í þessum viðhaldssjóði, er hann ekki bara vitleysa? Nei. Ég var að hugsa, sko, hvað eru menn að borga núna? Er þetta 10.000 kalli á mánuði? Nei, þannig er það ekki. Nei, ég var að hugsa, hvernig myndi það leggjast í þig að við myndum hækka örlítið á mánuði? Kannski borga svona 10-15 og þá getum við fara að gera eitthvað meira, eitthvað skemmtilegt. Sko, ég er í fríi núna. Ég var að hugsa að bara sletta eins á blokkina, bara laga hana hér og þar, bara núna helgina. Og ég tek bara nótu á það, svo bara förum við yfir það á húsfundi. Taka bara alveg gablinn og mála hann bara aftur. Lístu þið? Ha? Akkurru? Nei, bara, mér finnst liturinn... Ég bara, eru 2 ár síðan að húsið var málað? Nú, hver málaði þetta svona? Hvað meinaðu? Er þetta ekki... Málaðarmeistari? Nú, ok, þetta er svo illa skori alltaf þetta á köntunum og... Já, ég veit ekki, ég get nú tekið... Ertu heima? Ertu heima þannig hjá þig? Hvað segirðu? Já, ég er nú byrjað að hræra málingu, Viltu fara þarna yfir og aðtók hvort að sé eitthvað maður að inni á 301? Hvað, er það talað um mig?
Já, nei, ég er að tala um manni minn. Og ég held að hann var ekki heima. Jú, hann er heima. Nú, ok, en svo langar mér líka, ég væri rosalega til í að kaupa svona kar, bara fyrir krakkan og setja sjávar, svona fiska og svona út í... Halló. Já, eins og var í fjölskyldagarðinu, þá getur krakkarnir geta hort í gegnum svona gat og séð þorska og... Það hætta þessu bulli. Ég er ekkert að bulla, ég veit ekki að ég er búin að fá mig nú 2-3 bjóra og ég er bara svona búin að losa málbeinið og þó að tjá mig loksins, maður er búin að sitja hérna maður er búin að vera veggjalús hérna í 2 vikur. En það sem er sko, ég var líka til að teppalegja ganginn aftur, hann er ljótur. Já, það er komið fyrir í Pepsi. En hvernig er það? Hvernig eru þið stödd með það? Væri þið ekki til í heitan pott út í garð? Nei. Ekki, það kostar nú ekki mikið að hendi pott. Já, mér er bara alveg sama. Hvernig á maður að geta kynst nágrunum sínum ef það er ekki tópefli, eða er enginn til í neitt? Svarar enginn hann hinum með? Það er ykkur að búin að, var hann að banka hjá mér? Já, það held ég. Já, ég ætla bara að mála. Ég ætla að mála þetta, ég ætla að mála blokkina orans. Það er minn uppáhaldslitur. Ég bara hef aldrei hýrt hana. Það er ekki hægt að gera það, því að við erum í minni hluta sem eigendur. Já, ég er komin hérna inn í Bímos og ætla að kaupa appísínugula málingu og ég tek nótu. Heyrðu, en þú varst að segja að það hefði verið að banka hjá þér. Hvernig ertu komið þá upp í Bímos? Nei, ég er ekki komin upp í Bímos, ég ætla bara að fara út í Bímos. Ég hugsa að ég verði að kaupa bara málingu og byrja að mála. Komdu hérna yfir og talaðu við okkur, við erum hérna heima. Og svo hugsa að ég kaupi líka hesthús fyrir peningin. Blessaður. Þetta var svona ekki kæft. Hún senda hann yfir og... Já, hann fór að banka og... Það er alltaf gaman að taka hérna gauðin sem að bara ég ætla að kaupa málingu, ég tek nótu. Nei, ég verði ekki hérna ræri í húsjónum. Þetta var stigagangurinn, þennan þriðji daginn. Hann var bara... Þriðja, 50 dag. Það er 50 dagar. Hann var bara, þetta var saklust og skemmtilegt. Já, hann var fín. Nei, það ekki. Það er nú engin verið að upplifa Summertime Sadness hérna á Íslandi. Ég ætlaði ekki fyrir norðan, þar var náttúrulega bóngóblíða. Ég náttúrulega tala bara fyrir fólki hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það styttist í lagi á leiðinni heim. En við Steindirum hins vegar komum með góðan gest hingað í stúdíu sem er mitt góður vinur FM 95 Blöð, var með mér á mánudögum hérna á tíma og hann heitir Sóli Hólmertu, velkomin. Já, takk ykkur fyrir. Hókin, hann er Hókin að reynslu. Gaman að koma hingað. Hókin að reynslu, það er alveg langt að koma í stúdíu. Já, þetta maður verið svo gladur að koma hingað inn. Já. Virkilega ánægilegt að vera með ykkur. Já. Kemur hérna alveg í lokin, Rikki G mættur á jakkafötunum. Þetta bara gerist ekkert betra. Rikki sútaður upp og til í slæðið með séð og heyrt allt að gerast. Vettlúk í hárinu. Jakkaföt faraði vel, Rikki. Ég var að gefa það það. Ræðislegur. Það sem hann er. En við erum ekki búin að fara svo hlæðið til að ræða Rikka G. Nei, nú er ég partí. Það er partí. Það er partí. Þú ert nú ekki mikið partydýr samt. Nei, ég er fjölskyldumæður. Já. Ég bara fer átt úr húsi. Og stendur þið vel í því. Já, heldur betur maður. Og pungan út börnum og allt að gerast. Já. En svo... Það er bara að lifa lífinu. Já, ég að lifa lífinu. Já. Svo brýst út í mér villidýr. Og það gerist á helgum eins og þessari. Já. Það er Oktoberfest í Laugardalnum. Þegar skepnan kemur í ljósmaður. Skepnan er að fara að sleppa út. Já, Oktoberfest í Laugardal. Það náttúrulega var eitthvað Oktoberfest hjá háskólanum daginn. Já. Ég skil ekki okkur það alltaf í september. Það heitir þetta ekki Oktoberfest. Það er bara uppbytun fyrir þetta. Nó, ok. Þetta er stóra Oktoberfest. Menn vil ekki vera í kringum Laugardals Oktoberfestið. Ef þið vilja fá eitthvað fólk, þá eru þið ekki þarna. Þá láta það eiga sig að vera þarna í kring. Og þið er ekkert bara að segja þetta því að þið tveir eru að fara að skemmta þarna? Alls ekki. Nei, það auðvitað hjálpa það. Það trekkir maður. En þetta er... Dagskráin er náttúrulega, hún er ekki á verðendanum. Nei. Vá. Og þetta er þétt. Þetta er bara tjald sem er þarna á æfingasvæði Þróttara, milli skautasveldsins og gervigrassins. Já, risasvæðið þar. Já, risasvæðið þar. Og þar verður bara svo kallar bjórtjald og verður nóga bjór og dagskráin hefst klukkan 4 eða tjaldið opnar á föstudaginn. Og þá er hún leiksni klukkan 6, það sem að Víkingur Kristjáns hérna leikari, hann er með bjórsaga Víkings. Ok. Og ég held maður, já, og hérna bjórsaga Víkings, já, og hann er hérna, hann verður þessi bjórsmakk og svona í gangi og það er... Slæri gegn það. Já, kostar 3.000 skall inn á þá sýningu og bjór í boði, skilur hennar, þú veist, það er ekki neitt, að teku ekki að taka upp veskið. Nei. Svo kvöldið... Alltaf hættulegt þegar maður er búin að borga sinna og eitthvað. Já.
og það er sagt að þú borgar 3.000 skallinn en svo drekkur þið frýtt. Þá finnst mann eins og maður verða að ná 3.000 skallinum. Það er bara svona komin á 7. bjór bara, það er aftur mín, klukkan, við erum búin að vera hérna í hálftíma. Já, ég veit það. Það er frýtt. 4 ælandi bara fyrir minna, þetta er alltaf svona menn með allt niður í sig. Ég er búin að borga fyrir ykkur bæðinga, þú ert ekki að drekka neitt. Drektu það. Já, svo er fullorðin sirkus sem kemur eftir, fullorðin sirkusin Skynsemi. Og vel við og svona. Og svo eru veitingavagnar og nóg að éta og svona. Ég reyndar alveg heyrt rosalega góða hluti með það sko. Með það sjó, já. Og hérna, er þetta ekki sami sirkus sem var daginn? Jú. Já. Hvað heit sirkusin sem þú ferðast með á sínu tíma, Steindi? Við tölum ekkert það. En þetta sko, ég var svolítið fúll að hafa ekki komist daginn, þannig að ég ætla að sjá... Já, sirkusin, að sjá þetta á fyrst. Það er líka bara sko, það sem er svo skemmtilegt, það er, þegar það er eitthvað svona, þetta er öðruvísi. Þessi helgina og ákveður ekki að kíkja á Oktoberfest í Laugardalum. Þetta er einu svona ári. Nennir enginn niður í bæ. Þetta er svona menninganótt, þá viltu kíkja niður í bæ daginn og svona. Þetta er líka sko fullkomið að byrja kvöldið þarna og það er sagt þarna þessi slúta klukkan 12 en ef ég þekki mér rétt þá verður þetta eitthvað aðeins fram yfir en það er svo sem löggan hafi ekki eitthvað með þetta að gera en að því að svo á laugardeginu þá er frítt inn allan tíman og það er á föstudagskvöldinu er frítt frá 9 þá er bara að geta menn bara kippt sér bjór og haft gaman þegar þessar sýningar eru búnar og laugardeginu er frítt allan daginn og þá eru fyrir krakkana Gunni Helga klukkan 4 daginn og svo er pub quiz með Stefáni Pálssyni og Hjöppa þetta Hjöppi sé þarna gera góða hluti og það sem að Hjöppi það er gaman. Já, það er alltaf gaman. Og svo er við tveir svona aðaldæmið, sko. Það byrja klukkan 9. Þá byrja dýru skemmti að þau... Það er rándýrt ákoma peningarnir sem þú þarf ekki að borga fyrir, sko. Og þá eru meðal annars ég og Steindi og Dóri Gylfa verður hérna og Bent verður með þeir ekki. Jú, Dóri Gylfa, stórkostur. Já, Dóri Gylfa, stórkostur. Hann var sem mitt lag alkoholisma. Ok. Ég maður drullu gott. Viðeigandi kannski hérna? Mjög viðeigandi, algjörlega. Og ef að fólk eru meina litlir í sér, þá er hamingjuhátíð einhver trúarhátíð í Laugardalshöll. Já, það er stjórn að fara. Ef litlar bankast nefn upp á, þá getur þú bara farið og frelsast. Þú getur að fara þangað bara í þingunni. Já, það er gott maður. Það er eitthvað lið sem er að reyna að afháma menn og eitthvað svoleiðis og það er allt í gangi, en það er allir velkonir í Laugardalinn, sko. Markmiðið er náttúrulega klárlega að hafa meiri læti hjá okkur en er þar sko. Já, það er bara eitt partí í Laugardalnum helgina. Þú væntanlega ert á komissjón þarna bara í tjaldinu eða ekki? Jó. Þú ert ekkert að rukka nema bjór fyrir þetta, Blötu Junior? Nei, og við bara, það verður kaldur á krana og skemmtiatriðin rándýr og frítt inn. Já, frítt inn. Hvað er að gerast? Hver allar til þess að kíkja? Vílíkur luxus maður. Laugardalinn byrjar á morgun og veisla fram á sunnudag. Já, hvað er hann að vera sko? Það er komið að lokum hér hjá okkur í FN9 Blöð. Við þurfum að fara að hleypa Rikka G. Upp á klæddu G, mættur hérna. Og veistu hvað ég slapp við, Steindi? Já, ég veit það. Ég veit alveg hvað það er. Listan. En við höfum eftir að... Kynlífslistin mikli. Já, við höfum eftir að fara hér í lægjulegin heim Sóli. Gaman að fá þig. Já, gaman að koma. Alltaf gaman að hitta þig. Svakalega fínt að hitta Sóla. Ég vil þakka kærlega fyrir hlustunina í dag. Kæru hlustendur og Steindi, takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Við sjáumst, já, við hittumst nú kannski eitthvað fyrir næsta fimmtag, en við heimumst svo á morgun. Það eru 2 harðir klukkan 4 á morgun. Vonandi hafið tíma í að hlusta á það. Takk fyrir daginn. Endum þetta á hljómsveit sem er í miklu uppáldi af mér. Hún heitir Nirvana og lagið er Come As You Are.